Estefan, hvaðan kemur það nafn? Sko, ég held að það komi frá Suður-Ameríku. Já, ok. En mamma og pappi eru íslensk? Já, alveg íslensk, sko. Mamma vildi ekki skýra með eitthvað svona Óli eða Pétur, eitthvað svona. Stefán. Estefan svona Suður-Amerísk. Hún vildi gera eitthvað nýtt, sko. Já. Hún hefur fengið leyfi fyrir þessu? Já, þetta fór í gegn. Já, magna. Það oft sem alveg mun svona íslenskari nöfn sem maður fá ekki að fara í gegn. Já, skrítið. Þú ert fæddur 2005, þú er tvítugur næsta mánuði. Já. Hvaðan ertu? Kemur úr bænum eða? Ég kem úr Árbænum. Já, fæddur uppalinn í Reykjavík. Já. Og hvernig, við byrjum bara á því, hvernig varstu sem krakki? Ég elskaði leiklist. Já. Mjög athyglisjúkur. Og pabbi minn kenndi mér að vera svona hugmyndaríkur og svona listamaður og svona við gerðum vídeo á YouTube og svona og var alltaf að skapa eitthvað. Og ég held að ég bjóð til svona góðan kjarna, sko. Og svo þegar maður verður úlingur þá fer maður í þessa blekkingu, sko, að allir séu að hugsa mann og maður er svo hræddur álit annara og svona. Svo einhvern veginn náði ég að rífa mér úr þessari blekkingu og fara í gamla kjarnan, sko, sem ég var búin að búa til sem krakki. Það var mjög þægilegt, sko. Þetta er eins og að fara bara úr fangelsi, eins og einhver páfagaukur að sleppa og fljúga, sko. Já. Það eru rosa margir sem einmitt fara úr því hverjir þeir eru í grunninn og í kjarnan, eins og þú segir, og svona bara hvernig á ég að vera. Það eru allir eins. Þú veist, það eru allir svona úlingar finnst mér eins og bara, þú veist, maður sér stelpuhóp og þeir eru bara allar eins. Maður þarf að fara í kjarnan sinn sem maður bjóð til sem krakki, finnst mér, sko. Já. En svo náttúrulega kannski einhverjir sem náðu ekki að búa til kjarnan eða eitthvað svona. Þú ert rosa heppin að hafa fengið það. Já, mjög þakklátur fyrir það. Er pabbiðinn listamaður, segirðu? Já. Hvernig? Hann er myndlistakennari og gerir líka og að gera sitt eigið líka. Já. Og gekk þið vel í grunnskóla og varstu góður nemandi? Já, ég held það, sko. Já. Ég var svona sérstakur nemandi, hef ég heyrt, sko. Já. Eða svona, þú veist, fólk, ég var alltaf að koma með eitthvað svona öðruvísi, ég elska að vera, þú veist, það var allir sammála og ég bara svona, já, ég ætla að vera ósammála bara svona, velja að vera ósammála bara til að vera ósammála og búa til einhverju umræði eða eitthvað, ég veit ekki okkur ég var þannig. Já, ég tengi, en það er líka bara gott að vera frjór í hugsun og þora að segja eitthvað annað heldur en það eru rosalega fáir svona fábötn og svona sem að þora að vera á móti, þú veist, þessum allir segja, sko. Varstu hvenær, þú veist, þegar þú varst úlingur, hvernig fannst þér, gekk þér bara, hefur verið alltaf með sama vinahópin eða? Já, svona grunnskóla vininir verða alltaf svona með mann einhvern veginn, finnst mér. Sem úlingur þá sko fór maður svona, var svona í rappinu, sko, fór að vera að reyna cool og svona fór að sagga og fór einhver svona föt, skilurðu og reynda að vera svona cool, þannig ég tengi alveg við alla sem að gera það, sko. Veist, það en svo þarf maður að rífa sig úr þessu einhvern veginn og fara í kjarnan að mínum mati. Já. Hvernig var eins og þegar þú varst úlingur, svo stutt síðan varst úlingur, sko, var það þá, þú veist, eins og í dag, ekki allir að veipa og setja vörun á sér? Jú, það eru allt og margir að því, sko. Já, í grunnskóla? Já, í grunnskóla. Já. Bara allt og margir. Og finnst þér eins og það sé bara ennþá þannig, eða finnst þér eins og það hafi minnkað? Það er einhver alda í gangi, sko, með svona heilsu og svona. Já. Ég fíla það mjög mikið. Og bara andlega líka, sko. Já. Allt. Ég styði þessa öldu mjög mikið og ég vona að þessi alda sé bara ekkert að fara niður, sko. Ég vona að það verði bara eitthvað tsunami og fara bara yfir allt. Já, það verður geggjað. Það finnst þér eins og varst í Árbæjarskóla eða? Norðlingaskóla. Norðlingaskóla, ok. Norðlingaholti er í Árbænum, sko. Nú hefur verið að tala rosa mikið það, þú veist, það sé búið að harkan hjá úlingum og svona sé
alltaf að aukast og skortur á, þú veist, samkennd og svona. Varstu var við það í úlingadeildunum í skólanum? Það væri eitthvað svona, var einhver rígur eða eitthvað svoleiðis? Já, þetta er eitthvað, þetta er mjög mikið samfélagsmiðlana líka, sko. Það er til dæmis slagsmál og það var bara cool að vera í slagsmálum og búið til eitthvað svona bíf, eitthvað svona rígur eins og þú segir. Já. Svona, já, ég er að bífi við þennan og ég er að bífa við hann, eitthvað, sjáðu hvað hann sendi og hann vil hitta mig þarna, förum að hittum hann, svo hópum maður saman í einhvern hóp og þetta er mjög skrítið, sko. Já, en þetta er alveg, þú veist, algengt og fer þetta fara þessi rifrildi eða þetta sem byrjar þetta, er þetta yfirleitt á samfélagsmiðlum? Já, bara eiginlega allt, sko. Já, byrjar þetta þá bara á einhverju einu diskommenti og já, bara... Varstu var við einhvern, eins og einhvern vopnaburð eða finnst, eru krakkar, því að nú er verið að tala um að sé svo margir með hnífa og svona. Já. Varstu var við það eða? Já, það er margir með eitthvað í vasanum í grunnskólum, sko, og sérstaklega menntaskólum. Já. Og en ég tengi alveg við þessa hugsun, sko. Ég lendi í þessu sjálfur, sko. Ég lendi í líkamsárás. Já. Og eftir það, sko, þá var maður alltaf svo óöruggur, sko, og var alltaf lítið kringu sig og þá var maður að bera með sér vopn, sko, já, til þess að, bara einhvern veginn, þetta lét mann líða einhvern veginn betur, öruggari og það var eitthvað að vera að segja mér bara að þú ert að auka líkunar á því að vera ofbeldiður með þetta og það er alveg rétt, sko. Já, en hvað var til þess að þú lendir í líkamsárás? Þetta var eitthvað með einhver stelpa, eitthvað, þetta var mjög skrítið, sko. Bara eitthvað... Þetta var eitthvað svona hópur, eitthvað svona gengi sem að eitthvað plataði mig einhvern veginn, þetta var... Út af einhverju stelpu? Já, þetta var eitthvað... ég var 17 ára, sko, og ætlaði að vera einhver svona hetja og var eitthvað svona af hverju varst að meiða þessu stelpu eitthvað og svo ætlaði að hitta einhvern einn og svo var þetta bara eitthvað fullt af einhverju gæjum, gengi og það var lamið mig og sparkaði í mig og það var ætlaði ekki að hætta, sko. Nei. Hvernig varstu mikið meiddur eða? Já, þú veist, ég slapp mjög vel, sko, með að þetta var á malbyggi og maður datt í malbyggi og slapp mjög vel, sko. Maður með einhver svona ör eða eitthvað, en þetta er rosalega samt, þú veist, að taka bara einn gaur og vera bara margir að berja. Það er rosalega harka, sko. Þú veist, ekki það, þú veist, þegar ég var úlingur þá var alveg slegist, sko, á böllum og svona, en ekki svona, þú veist, ekki svona skipulagt, sko. Já, þetta er mjög leiðilegt, sko. Og þetta var út af þú sagðir eitthvað á samfélagsmiðlum, væntanlega? Já, það var eitthvað svona samskipti á samfélagsmiðlum og svo. Já. Og hvað, þurftir að fara á spítala? Já, ég fór á spítala, kom ekki sjúkrabíl, sko, kom lögreglubíl. Já. Og það var eitthvað mikið að gerast og var ekki tjekka á mér eitthvað 7 tímum seinna, eitthvað. Og fórstu bara settur á bráðamóttökuna? Já, ég var settur á bráðamóttökuna og svo var gæi við hliðina á mig með glerbrot inn í auganu og hann var bara gett slakur, bara, það var bara gett steikt og enginn að tjekka á hann, sko. Shit. Það er svo brjálað að gera á bráðamóttökunni, sko. Já, þetta er rosalegt. Og hvernig tóku foreldræðinir þessu? Þau voru alveg mjög miklu sjokki, sko. Já. Svo var maður að gangi ekki alls konar ferli eitthvað og ég kæri þetta og ég endaði með að kæri þetta. Svo fór þetta bara í eitthvað ferli og svo 2 árum seinna þá loksins gerist eitthvað og þá þá byrjar þetta gengi að elta mig bara og til þess að reyna að hræða mig og fella niður kæruna. Já. Og það var algjört helviti, sko, þessir 3 mánuðir að gangi gegnum það, sko. Shit. Bara öll fjölskylda mín bara í stressi og
Já, eðlilega. Og bara, þú veist, tók þetta 2 ár að bara fara af stað í kerfinu. Já, Kærður þetta og það voru 2 ár þá til að gerast eitthvað. já, svona 1 ár og 8 mánuðir eða eitthvað. Já. Og hvað, og voru þeir þá að fylgjast með þér eða elta þig? Já, þetta var eitthvað, ég postaði einhverja story og þá allt inni mættu þeir á staðinn og ég þurfti að hlaupa eitthvað og Okay. svo sá einn þeirra mig og byrjaði bara að hlaupa eftir mér og ég hljóp á svona hraðbraut í Garðabænum og þetta var bara eins og eitthvað bíómynd sko. Það var bara komu 2 fjórhjól og krossari og einhver BMW á eftir mér og ég var hlaupandi á móti umferð á hraðbraut sko. Bara til að hræða mig frá einhverju kæru, einhverju eldgömlu og ég rétt svo slapp eitthvað annað og Þú ekki orðið fyrir bíl? Já, það var muna litli sko. Já. En svo var maður bara að hugsa bara á maður að draga þessa kæru niður eða er þetta virkilega svona? Bara, hringdi oft í lögregluna og þeir sögðu bara hvað hefur að gera? Hefur að vera með bíl fyrir utan heimilið þitt alltaf? Eða? Já, bara, já. Þú veist, og hvernig endaði það? Endaði með að draga þetta tilbaka? Já, og svo endaði ég bara með að draga tilbaka. Ég ætlaði ekkert að gera það sko, mér langaði ekki að gera það. Og ég vildi ekki sætta mig við að samfélagi væri svona. Einmitt. En svo rosalega sorglegt að bara ég þurfti að gera það sko. Ég lenti í líkamsárás fyrir hvað ætla að sé 16 ár eða rétt áður en ég hætti að drekka og þá lenti ég í því að ég var lamin niður í bæ af 3 gaurum og ég er mjög lítil, ég var bara rótið í einu höggi sko og svo bara heldur áfram að lemja mig sko. Sæll. Og ég þá kom löggan og þeir voru farnir og svo bara komst ég að því hvað þeir heita og ég talaði við lögguna og ég spurði á ég ekki að kæra, þú veist, ég fekk áverkavottorð og þú veist, gæti ekki opna munnin, ég var svo bólgin, þú veist, og þeir sögðu við mig bara basically, að ég ætti ekki að gera neitt. Og ef þú veist, er bara áttu fjölskyldu og ég já, þú veist, dóttur og hann sagði, ef þú vilt hafa allt í friði, þá myndi ég sleppa því. Þú veist, af því að það væri bara, þeir myndu koma eftir mér, sko. Þetta voru þannig gaurar að þeir hefðu bara, þú veist, og þarna erum við að tala um sko fullorðin menn, sko, ekki, þeir sögðu bara, ef þú vilt, bara öryggis þíns vegna, þá myndu sleppa því. Þetta er ótrúlegt. Þannig er bara staðan, sko. Þú veist, er í alvörinu ekki tægt að gera, er ekki, þú veist. Jú, það er fullt tægt að gera, sko. Og erum bara svo eftir að finnst mér, þú veist, það er allir að sjá hversu veikburða við erum og eru að koma hingað og nýta sér hversu veikburða við erum svona. Já, því maður myndi halda sko ef að þú lendir í líkamsárás að þá eins og í Ameríku myndi ég halda að þeir myndi vera settir inn, þú veist. Ég veit ekki hvernig það virkar, en það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað til að vernda fólk. Já. Og að menn komist ekki upp með þetta. Og þeir sögðu líka sko við mig að það er svo mörg mál í kerfinu á þessa einstaklinga að þú veist, þó þetta bætist við, þá breytir það engu þeir eiga eftir að fara í fangelsi, þú veist. Og ég bara svona, ok. En ég man eftir þessari tilfinningu og ég bara svona, allir sem að litu út eitthvað smá eins og þeir. Já. Ég var bara svona, shit, í búðinni eða einhvers staðar, þú veist. Þegar maður verður alveg bara, þetta er bara svona ótti sem var mjög lengi með mér, sko. Já, þetta dregur bara mikla orku úr manni og bara allt í einu lífið þitt snýst bara um þetta. Og maður er einhvern veginn, þú veist, ég gerði raunin ekki neitt til að segja þetta skilið, sko. Þannig að þetta er alveg galið, sko. Maður á aldrei þetta skilið, sko. Nei, en mér veist þetta svona, já, þú veist, þú á endan dróst þetta baka og létur það þig í friði, eða? Já, svo bara hitt ég þá óvart í ræktinni og þeir bara heilsu upp með eins og verið bara bestu vinir bara. Ok, nice. Já, þeir hafa verið ánægði með þig að hafa tekið þetta tilbaka. En það var
voru fóreldræðin sammála bara að gera þetta bara fyrir ykkur? Já, sko, við vorum alltaf að fara fram og tilbaka, sko. Bara, nei, ekki kæri þetta, við meðum ekki, komast upp með þetta? Nei, kæri þetta út af því að þeir með ekki komast upp með þetta og svo kom alltaf eitthvað, þetta var bara endalst fram og tilbaka. Já, skilða mjög vel, bara skilða mjög vel. Áttu systkini eða? Já, 3 lítil. Já, og hvað eru þau gömul? Eneka systir mín er að verða 11 ára í febrúar, Rúrik bróður minn er 8 ára og Enok bróður minn er 2 ára. Heita öllu svona spesnöfnum? Já, nema Rúrik, sko. Það er smá spes. Já, ok. Það er ekkert rosalega margir sem heita Rúrik. Rúrik fótboltamaður. Já. En já, og hvað þú ert búin að vera núna, þú hættir að drekka? Já, breytist allt. Já, hvenær byrjar að drekka? Ég prófaði þetta 14 ára, sko, að drekka. Já. Og svo fór maður, sko, ekkert eitthvað mikið að gera þetta þangað til að menntaskólinn byrjaði, sko. Já. Og þá, en maður var samt að veipa fyrir menntaskólan. Já, ok. Það, en ekki mikið reyndar. Nei. Allir í kringum samt var að gera það. Já. En svo þegar menntaskólinn byrjaði þá fór maður í áfengi, sko. Og var alveg allar helgar en næstu í, sko. Sem að ég held að það væri mjög lítið, en núna þegar ég lítið baka, þá var þetta alveg freka mikið, of mikið, sko. Já. Þetta er bara eitur, sko. Ég horfði það sem bara, þetta er eins og að taka sápu bara. Og svo bara, ég ætla að drekka sápu. Já, en þetta er rosalega svona samfélagslega samþykkt að allir drekki áfengi, þú veist. Þó að sé margsannað, þú veist, hver einasti sopi er skaðlegu fyrir því, þú veist. Og þá bara líkamlega, sko. Já. Og sérstaklega, þú veist, ef þú drekkur því í blackout, þú veist, þá erum við í raun og veru bara að tala að framheilin á þeirri bara slöknar á hún, sko. Já, þetta er bara veist, og fólk gengur bara með þau slögt á framheilanum og mann ekki neitt, sko. Þú ert bara að skemma fyrir þér, sko. Bara eitra fyrir þér. Og sérstaklega fyrir 25, sko, af því að þegar voru 25 þá fyrst er heilin full þroskaður, sko. Ég er glaður að drykkjutímabilið mitt er búið, sko. Já, og hvenær 19 ára. 19, já. Hvað drakstu lengi í einhvern svona 2-3 ár. Voru mamma og pappi vissu af því eða? Nei, þau vissu ekki að því, sko. Þú getur haldið því frá þeim? Já, ekkert mál, sko. Hvar fékkstu áfengi? Skutlara síðan? Hvar fékk ég áfengi? Maður mætti stundum bara í eitthvað partí og það var áfengi hana og svo bara, bara einhver reddaði manni og En skutlara síðunar, er það ekki eitthvað? Jú, svo var eitthvað skutlara dót, sko. Það er bara allt og létt að redda og það er miklu léttara að redda dópi, sko. Jaha. Já, það er bara miklu léttara að redda dópi heldur en áfengi og það er galið, sko. Það er galið. Það er bara eitt app. Já. Og þú bara kom með allt sem þú vilt. Er það, Ekki það að ég hafi eitthvað verið í dópi, sko, en ég, veit þetta, sko. Þú hefur aldrei prófað neinn fíknefni? Fíknefni? Þá erum við að tala. Er það ekki áfengi? Jú, áfengi. Eitthvað annað? Maður prófaði eitthvað, sko. Maður prófaði gras og eitthvað, einu sinni. Já. Gras er orðið rosa samþykkt bara. Það er margir sem að halda það. Já, þetta er svona skrítið hvað allt einhvern veginn það er margar skoðanir og alls konar bara. Já, ég er alveg á því að mér finnst þetta allt vera skaðilegt, sko. Áfengi líka og þú veist. Já. En það er bara einhvern veginn samfélagslega samþykkt að þú veist. En svo segir kannski samfélagi að þetta kaffi sé fíkniefni, skilur. Þetta er svona, við látum allt undir þetta orð, sko. En það er líka svo áhugavert að því að ég var einu sinni að vinna við það að tala við fanga og þeir allir sem ég talaði við voru í fangelsi út af einhver sem þeir gerðu undir áhrifum áfengis. Já. Þú veist. Og þó þeir hefðu verið í einhver öðru þá hefði áfengið breytt þeim í skrimsli, sko. Þú veist,
það gerir það, sko. Já, og maður sér þetta bara, þú þarft ekki nema að fara niður í bæ. Fólk bara, þú veist, alveg crazy á, þú veist, í áfengi og kannski meira en mörgum öðrum fíknefnum. Án þess að ég sé að mæla með fíknefnum, ég myndi aldrei gera það, en ekki áfengi heldur. En þá bara áfengið ekkert, þú veist, minna skaðlegt. Svo alveg eitthvað verið að tala eins og þegar að fólk lendir í einhverju svona tráma, sko. Hvað það á íslensku? Áfall. Já, bara lendi í áföllum. Já. Og þá eitthvað verið að tala að nota sveppi og eitthvað svona þannig, ekki? Til þess að laga eitthvað. Já, hvað finnst þér það? Ef það virkar, sko, þá held ég að það sé alveg í lagi, sko. Það vilja margir. Þannig að einhver tilgangur í því, sko. Ef þú fer niður í bæ bara til að drekka þig hauslausan, sko, þá hver er tilgangurinn? Þá ert að flýja eitthvað, sko. Já. En ef þú nær að laga eitthvað, sko, með hjálpa á einhverju náttúrulegu, þá held ég að það sé alveg, það þarf að vera tilgangur með einhverju, sko. Já, ég er alveg sammála með það, ég svona, þú veist, ég myndi ekki sjálf taka sveppi, þú veist, ekki fyrir mig, en, þú veist, ég myndi kannski ekki gera það eftir 10 ár þegar læknar eru farnir að, þú veist, mæla með því, skrifið út eða eitthvað. En núna þá held ég þetta sér óbúslega vand með farið, því að fólk er að, Já, þetta er það, sko. Ef þú átt rosa bátt, þú veist, og ert með þunglindi og kvíða og veist ekkert hvað er ferð þú sveppatripp og þú kannski verður ekkert betri, þú veist. Ég veit það ekki. Ég hef séð þetta virka, en ég hef líka séð þetta ekki virka. Já. Þetta er bara persónubundið, sko. Og þarf alveg að vera undir, þú veist, undir stjórn einhverja sem eru sérfræði, finnst mér. Þannig að það er margt í þessu, maður veit það ekki. En þú hættir að drekka, var eitthvað sem að leiddi til þess eða var til þess og ákveð? Já, ég fór í svona brúðkaupferð, eitthvað sem maður. Já, bara brúðkaup erlendis. Já, á Spáni. Þú varst ekki að gifta þig? Nei, þá var það bara brúðkaup í útlöndum. Já, brúðkaup í útlöndum. Og sem var mjög fallegt, sko. Þetta brúðkaup var one of a kind. En þá var svona stór hópur sem fór til Spánar, sko. Og þá drakk ég mig, sko, alveg bara, fór alveg illa, sko, bara allt bara. Drakk allt onni mig og ég veit ekki af hverju ég gerði það, sko. Nei. En þegar maður byrjar þá vill maður alltaf meira eitthvað. Svo er bara ælandi, enda alltaf með æla, sko. Bara ældi 15 sinnum. Og svo var ég bara að deyja í maganum í heila viku. Og það var ein nótt, sko, ég held ég myndi bara ándjúst deyja, sko. Ég bara svitnandi bara og ég bara held ég myndi deyja, sko. Og ég fór að biðja til Guðs, trúði ekki að Guð á þessum tíma samt, sko. Nei. En fór bara að biðja til Guðs og reyna að segja honum að það væri ekki minn tími, sko, komin. Og ég náði að berjast í gegnum þessa nótt, sko. Svefnlaus. Fengið einhverja áfengiseitrun eða eitthvað? Já. Svo fór ég upp á spítala og fekk svona, hvað heitir þetta, næringaæð. Já. Og þá ákvað ég bara, þetta er ekki þess virði, sko. Nei. Og ég líka, þegar ég held ég var að fara að deyja hana, þá fekk ég svona samviskubit, alveg bara svona sting í magan, sko, bara einhvern veginn, ég er ekki búin að vera að lifa lífinu einhvern veginn. Nei. Bara hvað er ég búin að vera að gera? Það var svona rosalega svona wake up call. Já. Lenti á okkur vegg og svo þá bara svona switchaðist eitthvað og bara allt búið að breytast síðan þá, sko. Þú tókstu bara ákvörðun eða bara var það bara svona hægt og rólega að þú bara... Ég tók bara ákvörðun einhvern veginn, já. Bara þetta er eitthvað sem maður ekki verið að gera, sko. Nei. Allan ekki ég. Nei. Og þetta er einmitt, þú veist, það er alveg hægt að fá áfengiseitrun sem bara getur drepið mann, sko. Já. Þú veist, það er bara margir sem hafa dáið þannig, sko. Þú veist, svona eins og Amy Winehouse og einhver svona fleiri svona stjörnur bara... Já, ok. Þú getur alveg dáið áfengiseitrun? Já, bara... Það var einhver að segja mig, þetta var bara áfengiseitrun. Það var eitthvað. Það er alveg hættulegt, sko. Getur verið mjög hættulegt. Já. Og þá bara byrjaðu að
breyta lífiðinu eða? Já, þá bara svona, þú veist, svo kom ég til Íslands og fyrsta sem ég sá þeir komin í Kringluna og bara 10 ára krakki að veipa og þá allt í einu bara svona, hvað, ég vil ekkert að þessi krakkar séu að fara, þú veist, kannski deyja, skilur, þú veist, eins og þetta ég lendi í þessu. Þú veist, ef að þetta heldur áfram, veipa og svo þetta og svo hvað næst og næst. Já, tekur alltaf eitthvað við. Já, svo bara byrja ég að búa til vídeo og posta á TikTok og segja bara ekki að, krakkar ekki gera þetta og ekki vera að veipa, ekki vera að drekka og blandaði svona smá húmor í þetta, sko, eða svona ekki húmor, bara svona íkt þetta svona. Já. Svo krakkar myndi hlusta, sko. Ef það er einhver gamall kall bara, krakkar ekki veipa. Þá hlustar enginn, sko. Ég er búin að vera að gera þetta allt mitt líf en já, ég skilði og það er það sem að mér finnst svo aðdánuvert við þið er að þú ert á móti einmitt mainstreaminu og þú eru að segja það, skilur við. Það er ekkert cool að eyðileggja heilsuna sína. Nei, nákvæmlega. Það er bara ekkert cool við það því að við verðum öll eldri og fólk á mínum aldri og eldra er ofta að býta í það súra að hafa verið að reykja og fá krabbamein en svo hefur verið hvað ertu með marga followers núna? Á TikTok? Ég held sé með 12.000 og eitthvað. Þú fórst í framhaldsskóla. Já. Og hvað þú ert að vinna í dag sjálfstætt? Já, ég og vinur minn erum með svona framleiðslu fyrirtæki sem að við gerum svona vídeo fyrir TikTok og Instagram og svona stuttmiðla. Hvenær byrjuðu á því? Í sumar bara, í júní. Já, ok. Og er hann eins og þú eða drekkur ekki og... Já, hann er styður heilsu mjög mikið, sko. Já. Og hvernig... Óskar. Já. Og eru þið bara með fyrirtæki, eru þið búin að stofna fyrirtæki? Já. Vinland Media. Ok. Og þú ert að fara núna út, eða ekki? Já, ég er að fara morgun. Já. Kom í gær til Íslands og er að fara morgun. Ok. Sem betur fer, sko. Já. Ég get ekki ímyndað mér að vera hérna. Hvað meinar þið? Í þessu dýrðar veðri, myrkri og sutta? Þetta er ótrúlegt, sko. Ég held að eftir svona 10-20 ára þá bara er ekki hægt að vera hérna að vetri til, sko. Nei, þetta virðist vera, sko, að bara, ég er alveg freka til í bara svona stillur og snjó heldur en eitthvað svona, eins og þetta núna. Bara... Já, ég held að þetta sé að skaða okkur þetta myrkur, sko. Já. Ég held að það sé ekki spurning. Það er bara engum náttúrulegt að vera í þessu myrkri. Sko. Ég finn það líka bara í umhverfinu, bara í fólkinu bara. Þú sér það bara, það er allir svona eitthvað þungt með það er eitthvað þungt yfir þeim, sko. Já, og ég held að, þú veist, þó að fólk vil ekki endilega viðkenna, þá held ég að það sé alveg svona, þú veist, tekur alveg á alla, vakna á mótnana og það er myrkur og koma heim úr vinnunni og það er myrkur og, þú veist, þetta er bara... Ég er alveg á því, við erum með langtíma markmiðum að flytja bara út á þessum tíma, sko. Og við erum starf í sól. Já. Mér finnst, þú veist... Ég held að allir séu að stefna það, sko. Það er bara þú veist, og svo er þetta líka svo miklu öfgar. Það er alveg svona alltaf bjart á sumrin og þá er maður í svona mani, ég verð að vera að grilla eða kaupa ís eða fara í sund eða eitthvað. Og svo bara, og það er líka erfitt. Mér finnst það líka erfitt þegar það er bjart allan sólarhringinn. En sumir kannski bara, þetta eru ekki fyrir alla, en sumir vilja öruglega vera í, ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki, það getur verið. Og hvað ertu að fara að gera hérna út í LA? Ég er að fara bara, þú veist, ég held að ég sé alveg svolítið ungur og ég er bara að fara skoða mig sko, bara prófa allt. Ég held að þessi málið er bara að gera eitthvað. Já, þú ert að fara að vinna eitthvað og... Já, ég er að fara reyna að tala ensku á samfélagsmiðlum og reyna að stækka þar. Við að fara að klippa fyrir hann Begga Ólafs sem er búin að gera góða hluti á Instagram og við að fara að klippa fyrir hann og við erum að fara að gera líka fyrir okkur þannig að Já, er það að fara báðir eða? Já, ég og Óskar og Spennandi. Já, og reyna kannski að finna kuna eða eitthvað og skoða okkur í Bandaríkjunum sko.
Og hvernig eru fóreldrænir? Eru þau bara fljúðu drengur eða eru þau eitthvað smeyk þig? Eða? Já, það er alltaf eitthvað svona einhver hræðsla sko. Náttúrulega allt í eldi, þannig ekki. Er ekki alltaf brennað í LA? Jú, það er búið að vera, er það ennþá? Ég ætti að vita þetta sko, ég er að fara á morgun. Já. Ég veit það ekki. Ég held að sé verða búið, eða ég veit það ekki. Svo náttúrulega Trump fórseti. Já. Það er allir rosa ánægð með það. Já, það er skipta skoðanir á þessu. Já. Ég held að það skipti bara einhver máli sko, ég held að þetta sé bara einhverja brúður sko. Já, þetta er það. Þetta sé bara sama hver er að fronta þetta er bara... Þetta er, já, hann er ekkert eitthvað, þú veist, já, náttúrulega meirihlutin af fólkinu kaus hann, þannig að þau væntanlega eru brána með það. Ég ætla að held að hann sé ekki eitthvað að ákveða allt sjálfur eitthvað, já, mín skoðun er þetta, gerum þetta, ég held að hann sé bara að fronta þetta, sko. Ég ætla að held það. Það var að spyrja hann að því. Já, þú voru að hitta á hann. Hvað er svona framtíðar markmiðið þitt, hvað ætlar að gera og hvað ætlar að verða? Ertu búin að ákveða það? Hvað ætla ég að verða? Ég ætla að verða hamingjusamur, fyrst og fremst. Og ég held að hamingja mín sé mikið í frelsinu mínu. Ég elska frelsið, sko. Þetta er bara langbesta dótið sem við erum með, sko. Frelsi. Bara að geta núna bara keyrt upp á esjuna og bara öskrað og bara rúlla sér í snjónum og bara, veist, það er örugglega 99% af öllum sem hafa lifað sem að geti gert það, ég veit það ekki. En ég er allavega mjög þakklátur fyrir frelsið. Já. Og ég ætla að nýta mér frelsið, bara fljúga. Já. Það er sem ég ætla að gera. Já. Og bara búa til þína eigin hamingju, það er bara... Já. Ferðast og hvetja fólk áfram elta draumana sína. Já. Og hvað myndur þú segja við krakka sem eru núna að byrja í framhaldsskóla og vita ekkert hvað þau eru eða hvað þau vilja eða eitthvað, hvað myndur þú mæla með fyrir þau? Ég ætla ekkert að þykjast verum alltaf hreinu og vita eitthvað hver ég er, sko. Nei. En ég veit eitt að ég mun deyja einhvern tímann, sko. Og þess vegna ætla ég ekki að láta álit annara stoppa mig ef ég vil gera eitthvað, sko. Ég ætla bara að gera allt sem ég vil. Já. Og bara með hjarta á réttum stað og gera allt já, bara fylgja hjartanu og og það geta allir fylgst með þér á TikTok. Allt opið og TikTok og ertu á Instagram líka? Já, ég er að fara að byrja á Instagram meira, sko. Já, er ekki TikTok bannað í Ameríku? Ég held að það sé búið að opna aftur fyrir það, sko. Það var bara í 8 klukkutíma eða eitthvað. Já, ok. Ég sá alltaf bara allir voru að kveðja TikTok á TikTok, eitthvað. En að bara frábært að fá þig og mér finnst þú frábær og frábær fyrirmynd og ég mun halda að fylgjast með þér. Takk fyrir. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.